En við erum mikið að spá í söngvakeppni sjónvarpsins þessa dagana og í síðustu viku töluðum við þá sem var að taka þátt í fyrri undankeppninu og nú komið að þeirri seinni og einn af þeim sem að tekur þátt núna á laugardaginn kemur Helgi Valur Ásgeirsson og hann á línunni hjá mér. Góðan og blessaðan daginn. Góðan daginn. Þú ert að taka þátt í söngvakeppninni í fyrsta skipti og var eitthvað sérstök ástæða fyrir því að þú ákvaðst að taka þátt? Mér var alltaf langað til að taka þátt og ég sá eitthvað Facebook-status frá mér fyrir 6 árum og þá sagði ég skil ekkert í því að enginn sé búinn að biðja að taka þátt í Eurovision. En núna var Karla Olgi spennt á mig þegar einhver heyrði lagið hans og hann hafði samband, það aldrei heyrt mig en hann svona Facebook-stólkaði mig og YouTube-stólkaði mig og svo ringdi hann í mig og ég var bara til. Ertu í Eurovision aðdáandi? Já, ég var það alltaf í gamla daga, sko. Svo var maður ótöf fyrir Eurovision, en svo verður maður reddi og þá verður maður að setja sig við hlutina. Já, en svona fyrir þá sem að hlusta okkur núna og þekki kannski ekki mikið til, en hvað geturðu sagt okkur að þér? Hvað hefur verið að gera í heiminn tónlistarinnar? Ég hef gert helmingi. Ég var fyrst í söngleisku hljómsveitinu OFL frá 96 til 2000. Já, þú bjóst í Hveragerði? Já, ég bjó í Hveragerði, ég var í skóla í FSU og var með selfisingum í hljómsveit og við gáum út mjög vinsæla smáskífu sem var selt til Jack & Jones, seldist upp í 500 eintökum og þetta var svona sveitaballa hljómsveit og svona vinsælu krakkanir í FSU. Já. En svo hef ég gefið út 3 plötur frumsett efni og eina coverplötu sem var svona trúbát og rappplata. Þannig ég hef gefið alltaf út svona plötu á 5 ára fresti. Ok. Senast gaf ég út Notes svona í Underground senast þessu sumar. Já. En hvað geturðu sagt okkur um lagið og textan? Já, þetta er lag sem að Kalli Olgi samti og þetta fjallar svona mann sem að tala við vin sinn og hann svona ráðleikinn að varast ákveðna konu, svona ákveðin típa af konu sem svona kölluð óvær í þessu lagi og það þýðir henni bara, hún svona herðalaus og svona vefur kallmennum í fingur sér og bara svona klára það, svona þessu svarta ekkjandi. Já. Bara nota það og flegið burti og hann svona, og lagið hann svona vara vinsinn við. En veistu hvort að það eitthvað búið að draga, sem sagt, komin einhver uppröðun á lögunum á laugardaginn? Ég er númer 3. Þú með 3 röðina á 6? Já. Æja, það svona fyrir miðju. Þannig að það svona kjósa mig að gera 003. Já, 903, eða hvað? Já, flott. 903. Ertu farin að finna eitthvað svona örlítið fyrir hvernig það að taka þátt í þessari keppni? Já, þetta rosa mikið stress, sérstaklega ég í 100% vinnu. Já. Bætist þetta allt vona og það allt annað fyrir krakka sem í framhaldsskóla og fá bara frí. En þetta svolítið mikið skuldbinding. Já. Svona viðtöl sem maður þarf að mæti í og æfingar og svo mikið að gera núna, fyrst á laugardag. Já, þannig að það þarf svona aðeins að fá frí frá vinnu fyrir þetta. Já. Hvað starfar við? Ég í vinnu í leikskóla. Nú, jæja. Barasborg. Þannig að það eru margir litrikir einstaklingar hjá þér í dag? Já, algjörlega. Það er mikið öskudagsæði. Það eru Elsur og Spiderman og Superman. Já, er það ekki? Þetta er náttúrulega skemmtilegt. Þau eru svo yndislega krakkarnir. Já, ég er búin að vera fullu líka Facebook. Ég vakna að læka börn í öskudagsbúningum. Já, nákvæmlega. Ég held að sé allir að því í dag. En Helgi, gaman að heyra þér. Við ætlum að heyra lagið og ég segi bara gangi ykkur ofsalega vel á laugardaginn og við hlakkum til að fá að sjá okkur á skjánum. Ég minni bara að ég er einu finnlendingur sem að flytja lag í keppni. Í keppninni núna á laugardag? Já. Við vonum að þið komist áfram. Já, takk. Takk fyrir þetta. Bless. Já, bless. Hún yndisleg